Jæja Danni, þetta var hörkuleikur. Þið farið áfram eftir uppbótartíma. Hvernig er tilfinningin að vera allavega enn sem stendur eina liðið ennþá í Evrópu? Herri, bara... Það er að segja sambandsteildinni, það er að segja. Það er bara geggjuð tilfinning. Mér finnst við þetta skilið. Við gerðum vel í fyrrihálfleiknum í úti. Það er alltaf klára leikinn þar. Illa gert að klára það ekki og síðan bara erum við miklu betri í dag og við hefum fullkomlega skilið. Geggjuð tilfinning. Nú erum við ekki hlutlaus en það er rétt. Þetta lið, þið voru miklu betra liðið og þið skorum þá 2 vítaspyrnum. Kannski númer 2 var víti, það fór í höndina á Viktori, en númer 1, hvað fannst þér um þann dóm? Já, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta var bara allt og lítið snerting. Maður færi því ekkert breytt og maður þótti öðruvísi með dómarana þarna að bara, það má ekki segja orðið á, þannig að maður lætur það bara í friði og feginn að gera það, þetta jöfnum við eftir þetta og unnið síðan leikinn, bara flott hjá okkur. Einmitt. Og nú varst þú með mark í dag og þeir leiðist náttúrulega að skora í Evrópu. Heldur trendun áfram? Já, það er bara geggjað, það er alltaf gaman að skora. Já, örugglega komið nokkuð mörk í Evrópu, 2 með Víking og okkur önnur 2 með Káa, þannig að það er bara gaman. Einmitt, þú gafst ekki þátt á leikinn en Káa gaf Silkeborg hörkuleik, fór í framlengingu og töpuð fyrir rest 3-2. Já, ok. Já, það er bara fáránlega vel gert það. Reyndar vorum að æfingu úti líka, þannig að maður sá ekki neitt af þessu en maður hefði fylgst með þessum leik hefði það ekki verið fyrir þennan leik. Það er ekki geggjað. Einmitt. Og talandi Danmörku, nú er næsta andstæðan ykkar, Brøndby. Hvernig leggst það verkefni í þig? Það er bara geggjað. Það er gaman í köfinn, þannig að við ætlum að reyna að koma okkur áfram þaðan. Það er bara stemming. Einmitt. En segi mér aðeins hérna, fannst þér óþægilegt hvað þið náðu ekki alveg að klára leikinn upp á tíma? Fengu hann alveg þó nokkur færi? Voru með smá svona með hjartað í buxunum að þið gætu mist mér í jafntefli eða var þetta alltaf öruggt? Já, alveg þannig sko. Hjartað í buxunum, ég segi það nú ekki en þeir eru með stóra menn og góða framherja sko og einn af þeim góðan hafsend sem var komið fram þannig að maður er alveg smá stressaður að þeir voru að dæma hann langt, það getur alveg gerst sko en eins og ég segi, hefði bara aldrei farið í vító og við getum spilað bara allan daginn. Það hefði við klárað á 10 skipti. Einmitt. Þeir eru bara, takk hérlega fyrir viðtalið og til hamingju með sigurinn. Já, takk.